Já, góðan daginn. Ég ætla að fjalla hér náttúrumiðar lausnir sem hluta af aðlögun að loftslagsbreytingum. Ég ætla nú aðeins að byrja að ræða loftslagsbreytingar. Þess þarf nú kannski ekki. Það allir vel kunnugir þessu því miður. En það talið að örg 1 milljarðs jarðarbúa sé hættu af völdum loftslagsbreytinga. Þetta svona 1/8 af hverjum jarðarbúa. Þessar loftslagsbreytingar þær stafa að verulegu leyti af losun frá hnignun vistkerfa. Það almenn hnignun vistkerfa heim allan og við þekkjum það mæta vel. Ég bætti hérna inn svona því sem ég sá á netinu að jarðvegi heimsins hún hnignar 10 til 100 sinnum hraðar en hann myndast. Til að gera stöðuna enn verri sú staðreynd að loftslagsbreytingar valda aukin hnignun í sjálfu sér. Sífreri tíðnar, þannig að það sem hefur verið mest umfjallað, það líka aðrir þættir, skógareldum virðist vera að aukast eins og eitthvað að stríða okkur. Já, skógareldar virðast einnig vera að aukast. Þá spurningin, hvað náttúrumiðar lausnir? Hvað eiginlega meint með þessu? Þetta nú samheiti yfir margt sem við höfum verið að gera. Það samheiti yfir þessar landgræðslaðgerðir sem menn hafa lengi verið með hér í gangi. Líka yfir endurheimt náttúruskóga, yfir endurheimt votlendis og fleiri þeim dúr. En þetta eins og kemur fram hér að þetta eru aðgerðir til að vernda, nýta á sjálfbæran hátt og endurheimta náttúruleg og breytt vistkerfi. Og þetta gert til þess að bregðast við samfélagslegum vanda með árangursríkum og sveigjanlegum hætti, þannig að það skili jákvæðum árangri fyrir lífsgæði manna og lífbreytileika. Verndun, endurheimt og sjálfbær nýting vistkerfa eru náttúrulega lausnir sem geta skipt miklu til að bregðast við þessum vanda. Þetta hafa menn lengi vitað, en það nú, menn hafa verið að reyna að slá á það hvað þetta skiptir miklu. Menn telja að hátt í 40% af vandanum væri hægt að leysa á þennan hátt, en það sé sennilega ekki hagkvæmt að fara í slíkar aðgerðir nema svona helming þegar það sé 20% væri með góðu móti hægt að nýta náttúrumiðar lausnir til þess að bregðast við loftslagsbreytingum. Og þessar lausnir nýta getur náttúrunni til að draga úr losun gróðurlofttegunda með því að binda og varðveita kolefni í jarðvegi og gróðri. Jafnframt leggja þar okkur lið við aðlögun að loftslagsbreytingum. Til dæmis með því að draga úr flóðum. Þannig að reyndar ýmislegt annað sem kemur það til sem það jákvætt við náttúrumiðar lausnir. Eitt af því sem gerist við loftslagsbreytingarnar að það hefur aldrei verið hraðari útdauði tegunda heldur en núna, og verndun og endurheimt vistkerfa skiptir mjög miklu máli til þess að bregðast við því. Það og það sem náttúrumiðar lausnir að gera að stuðla að aðlögun að loftslagsbreytingum og draga úr þeim. En þeir ekki að koma í staðinn fyrir aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Menn þræta endalaust þetta, en staðreyndin sú að þetta einn af þeim geirum sem þarf að taka til í sínum ranni. Það ekki það að ræða að það eigi að koma í staðinn fyrir það sem losun frá iðnaði, samgöngum og öðrum slíku. Það þarf hver geiri fyrir sig að taka til í sínum ranni, og það mjög stór hluti af losuninni
vegna stöðu vistkerfa. Vegna þess að vistkerfum að hnigna og hefur hnignað mikið og þar af leiðandi þarf þessi geiri að taka til í sínu ranni eins og aðrir gera. Á sama tíma þá nú alltaf enskunni eftir þessari þýðingu þarna. Það þarf að tryggja að þörf mannkyns fyrir orku, fæðu, byggð, innviði og núlosun samræmist hvert öðru. Og bætt virkni vistkerfa hefur þetta í för með sér. En fyrir svona koma aðeins nær íslenskum veruleika í þessu, þá það sem að við þetta þekkjum vel hér að þessi kolefnisríku vistkerfi sem eru hér á landi eins og annars staðar, það varðveita mjög stóran hluta af kolefnisforða þurrlendis og eru búsað í fjölbreytts lífríkis. Reyndar hefur þessum kolefnisríku vistkerfum verið raskað og það helmingi votlendis hefur verið raskað. Menn deila það ákaft hvað þýðingu það hafi, en ég held að enginn sem að skoða það mál, hann sé í neinum vafa það að þegar mýrum og öðru votlendi raskað, eru grafnir skurðir, þá hefst bruni kolefnis sem varðveitt í jarðveginum og hann heldur mjög lengi áfram. Það held ég að sé mörg dæmi sem sýna það. En þessi kolefnisríkustu vistkerfi hér eru semst votlendin, helmingi þeirra hefur verið raskað og sem birkiskógar sem að tekja núna 1,5% af landinu. En þessi fræga tala frá því við landnám það slegið á 25% og jafnvel meira. Þá það spurningin það með náttúrumiðjalausnir og náttúruvá sem ég minntist ná hér á, að það eru aukin flóð og raun og veru aukin ofsaveður. Það greinilega fylgifiskalofslagsbreytingar, það þurrkar, það skógar og gróðureldar. Og ég ætla að taka hérna nokkur dæmi það hvernig hægt að nýta náttúrumiðjalausnir til þess að draga úr þessari vá. Ekki öll dæmi sem ég tek, sum af þeim eru beinlínis tengd, þessum náttúruvádæmi sem ég tek eru beinlínis tengd loftslagsbreytingum, önnur eru það ekki. En það samt góð dæmi hvernig hægt að beita náttúrumiðjum lausnum. Við byrjum á Kína, að þar eins og víðar þá hafa menn lent í því það eru mikil sjávarflóð sem valda manntjóni og miklum skaða og það þekkt að sem sagt skógar, penjaskógar, þeir hafa mikil hlutverk við að dempa þessar flóðbylgjur þegar koma að landi og Kína sett á stað 2018 aðgerðir til þess að efla flóðavarnir með því að endurheimta penjaskógana. Og þarna eru nú menn að gróðursetja, ég sé ekki hvað tegund þetta glöggir menn sjá það kannski. Og þeir eru líka að vernda og endurheimta strandvistkerfi til að efla getu þeirra til að draga úr sjávarflóð. Það eru þessi penjaskógar. Það stefna einnig að því að efla lífbreytileika og aðlögun að loftslagsbreytingum. Ég fékk hérna Sveitur Runólfsson ferðaðist Kína fyrir einhverjum árum síðan. Þetta eina af þeim myndum sem hann tók og hér sést annað dæmi ræktun til þess að draga úr flóðum. Þetta við eitt af stórfljótunum í Kína og það lítur svo sem ágætlega út. En
Mér sýnist að þetta sé allt sama tegundin sem þarna fer niður og allt sami klútmynd. Og þá spyr kannski einhver, það ekki allt í góðu lagi? Er eitthvað að því? Nei, kannski sjálfur sér ekki. Sko, ef að þessi tré vaxa og dafna, þá munu þau örugglega gegna miklu hlutverki við að dempa flóðin, semst að taka til sín vatnið og hægja á flóðum og bæta miðlum vatns. Hins vegar annað að einræktun, þetta virðist vera sami klútt, eða mér sýnist það, allavega sama tegund. Að slík einræktun, hún mjög viðkvæm fyrir áföllum. Þetta þekkjum nú býsna vel hér á landi að þegar að aspariði geisaði, þá mjög greinlegt að ákveðna klónar sem langsamlega viðkvæmustu fyrir þessu. Og þetta sem sagt, það má draga í efa hversu þolin svona ræktun sé gagnvart áföllum. Svo annað að þeir ætla líka að hafa jákvæð áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika og einræktun, hún styður ekki við það. Þvert á móti þá til dæmis í slíkri ræktun í landbúnaði, þá það skógbeltin, eða þessi náttúruskógur sem þarna bak við. Það það sem uppspretta líffræðilegs fjölbreytileika á svæðinu, en ekki þessi svæði sem eru með hreina ræktun einna tegundur í tannleikjum eins klóns. Svo förum hingað heim, þá ætla ég nú aðeins að minnast á Skaftárhlaupin, en ég ætla að taka það fram að þó Sigurður Þórarinsson hefði sett fram þá kenningu að eldgos undir jökli, að þau séu kannski ekki beinlínis, þau geti verið komið af stað með að þegar jöklar þynnast, þá sé aukin hætta á eldgosum undir jökli, sem komið svo rétt út. En í raun og veru þessi tenging ákaflega veik, en varðandi Skaftárhlaupin nú merkilegt fyrirbæri og þau flytja með sér geysilegt magn af aur. Og hlutans fer til sjávar, hlutans sest af á þessum svæðum sem við sjáum hér á þessari mynd, þar sem að vatnið stendur nánast kyrrt eða straumurinn lítill. Þetta bara almennt þekkt að þar sest þessi aur og sennilega meiri hluti aursins sem að endar þar. Og þegar aurinn þornar síðan, þá þarna efni eftir sem annars vegar fínefni sem að strókast upp í loftið og berst yfir nærliggjandi sveitir og þorp, en svo sandur sem berst inn á gróið land. Og hvorugt gott, hvorugt ekki veldur vandræðum. Það ekki mikil hrifning í nærsveitum yfir því að standa í þessum moldarmerki með jöfnu millibili, og það líka að við Skaftárna mjög merkileg vistkerfi sem að mosagróið hraunið, og það gengur stöðugt á það að völdum Skaftárhlaupanna í raun og veru. Og þar ákváðum við að reyna að skoða hvort það hægt að fara í einhverjar náttúrumiðaðar lausnir. Þetta nú á frumstigi, en við sjáum hérna í bakgrunni, sjáum þeir svona típiskan moldarstrók sem stendur upp að þessum svæðum. En það sem við erum að gera, við erum að skoða hvaða gróður það sem stenst best samþykkt á flóðasvæðunum, og það gerum við með því að skoða jaðarinn. Og hérna sjáum við jaðarinn, og þeir sjáum við að þar fyrir innan að standa víðibrúskar, en þar á milli virðist allt vera allar annar gróður horfinn. Og það sem við ætlum að gera líka, það að
athuga hvernig sé hægt að draga úr svifryki og skemmdum virkjun. Og þetta verkefni er ekki búið, en það sem eru svona fyrstu hugmyndir það að það þurfi að styrkja þennan gróður sem að stenst þessi áföll og það þessi víðir geta má bæði gróðursetja víðir til þess að reyna að breiða hann betur út og svo hann líka mætti kannski styrkja við hann með því að bera á víðin. En þetta fyrirbæri að bínefni strókrísónu, það er annað mál. Það er vegna þess að það skapar svo miklu vind, þetta er sléttlendi og þar verða það miklu vindar að koma þessi strókar upp. Og þá er hugmyndin að það sem þurfi að gera í raun og veru er að mynda meira skjól. Það þarf að koma eitthvað, þessi gróður sem getur að dreifja vindhraða við yfirborð þannig að þessi strókar myndist ekki. Allt er þetta nú enn bara á teikniborðinu en það kemur ljós hvað úr verður. Svo er það annað sem að kemur í raun, það er náttúrulega lausn eldgos og aftur er tengingin við að loftslagsbreytingar veik en samt það er nú uppi kenningar og það rekja sig alltaf til Sigurðar Þórarinssonar að þegar léttir farginu af þessum stóru eldstöðvum undir jöklum þá sé auknar líkur á gosi. En það er veiktenging. En eldgos, það sem eldgos gera, það er að það dreifist heilmikil aska yfir nærsetur og ef það er ekkert sem stoppar öskuna, þá fer hún af stað og er í ringum. Þannig fóru rangorvöllin meira minni eyði, það sér það enginn núna, finnst að þetta hafa alltaf verið svona, en stóru hlutanlega sem menn sjá þegar keyra þjóðveg 1, það er uppgrætt svæði og svæði sem er búið að vera lengi uppgrætt. Málið er það að skólusland, það þolir ekki mikið öskufall eða sandfok. En hins vegar þolir skólendi töluvert mikið öskufall og það er að slá að það geti verið 20-30 cm öskufall, geti skógur alveg staðið af sér, jafnvel meira. Og þetta er svona, þetta er höfuðmarkmið regluskógaverkefnisins sem margar þekkið örugglega. En það sem gerist jafnframt er að það byggist upp kolefnisforði, þannig að þetta er aðgerð til þess að mæta, til þess að draga úr losun kolefnis, þess að binda kolefni í jarðvegi og það er eitt sem að menn horfa mikið framhjá er hvað landeyðing á heimsvísu, hvað hún hefur mikil áhrif á loftslagsbreytingar. Vegna þess að geta landsins til að taka upp kolefni og varðveita það, hún hefur verið skert mjög mikið og sú skerðing heldur áfram. Það er ekki, sem miður, það hefur ekki tekist að snúa þessu dæmi við. Þvert á móti þá er það að gengur enn á þessa getu vistkerfanna. Það er líka sem fólk sem hafi búið lengi á Rangárvöllunum. Ég bjó það nú í nokkur ár og það var búið að græða þetta allt upp fyrir löngu þess að þeir voru leiðir af því að bryðja við sand alla daga. Þarna voru sandstrókar yfir dag eftir dag og það þótti engum skemmtilegt. Þannig að lífsgæði á grannsvæðum batna, vatnsheldin eykst. Það er mikið mál að þessi auðnarsvæði þau haldi ekki vatnið. Og það kemur demba og svo kemur eftir klukkustund
þá vatnið allt horfið, þar sem er unnið. En gróðurinn og jarðvegurinn heldur í vatnið og bætir vatnsstöðuna og líka dregur úr flóðahættu. Og þar ekki auðgast lífríki við það að við svona uppgræðslu. Hér er annað dæmi frá eldgosum. Þetta er frá eldgosum í Eyjafjallajökli 2011. Þetta er rétt utan við Þórsmörk og þannig sést hvernig landið er þakið af ösku. Það eru svona gráir víðibrúskar í bakgrunninum og þetta var uppspretta af flóðgafni. Efnið sem þarna var, eða gjóskan sem þarna lá, hún fauk allt og það var öskuflóð lengi eftir öskufalli lauk. Og þetta getur, og þetta er eitt af því sem veldur landeyðingu í raun og veru. Þetta er þessi mynd rétt hjá Þórsmörk. Þarna stóðu nokkrir runnar og þeir eru bara hressir, þrátt fyrir að öskufalli sé mikið orðið. Og það sem meira er, þeir safna öskun undir sig, en þarna fremst það sést land sem er með langgróðri og það er kannski 50% þekja af gróðri þar. Annað er undir öskun. Slík svæði í mikilli hættu að fara í sand, eins og sagt er. Svo maður fara nú aðeins aftur í inn í innganginn, þá er talið að náttúrumiðarlausnir geti stuðlað því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda allt að 37%. Það eru heimildir fyrir neðan, en hins vegar er ekki talið þessi nema helmingurinn af því sem sé fýsilegt að fara í. Annað sé ókostnaðarsamt. En það þarf jafnframt að bylta landbúnaðarkerfum heimsins frá það þarf líka að bylta landbúnaðarkerfum heimsins. Því að eins og þá leiða þau til hnignun jarðvegs. Það er nettó losun frá eiginlega öllu landi sem er undir landbúnaði. Og þar að auki eru svæði þar sem jarðvegur er horfinn, hverfa, og það er mjög mikil losun. Það þýðir eiginlega ekki að fara að byggja kolefnisforða í jarðvegi með annar hendinni og halda áfram að valda þessum neikvæðu áhrifum á kolefni í jarðvegi. Það er einfaldlega staða sem við verðum að átta okkur á. Það er ekki hægt að gera bara einhverjar smávægilegar breytingar eins og Halldór Þorgeirsson hefur margsinnis komið inn á. Þetta er eitt dæmið sem við höfum. Það er verið að taka regnskógana undir olíuforma og það í raun og veru þá verið að taka út náttúrulega vistkerfi sem að geyma mikinn kolefnisforða og geta bundið mikinn kolefnisforða í einhverja ræktun þar sem að þú uppsker jafntóði. Og það liggur augum uppi að það er ekki leiðin til þess að binda kolefni eða viðhalda kolefni á slíkum svæðum. Það er líka sauðaræktun, hún fer þarna líka inn. Þetta er frá Amazon-svæðinu og hún gengur á regnskógana og byggir vistkerfi sem eru mikið einhæfari, lífríki einhæfara og kolefnisbinding er mun minni heldur en í náttúruskógana.
við erum ekki alveg, við getum ekki annað en horfst í augu við það að hér að við þurfum að tengja saman sjálfbæra landnýtingu og loftslagsbreytingar. Það segja að það stór hluti landsins þar sem losun á kolefni. Meginhluti landsins þannig. Og þessu þarf að snúa við og það gerist ekki nema að sérstaklega sauðfjárræktin fari inn í það að hún sé hægt að tryggja að hún sé sjálfbær gagnvart loftslagsbreytingum. Sé ekki að valda því að landinu hnigni og sem ekki bara það heldur að landinu sé haldið að því stigi að það hafi mun minni getu til að binda kolefni heldur en ella. Manni finnst kannski að þetta skipti engu í stóra dæminu. Við sem fáum smá og okkar reikningar koma okkur einu við. Það af og frá þessi rétt að það allir fáir og smáir þegar út í það farið. Og við verðum að taka til okkar annað eins og allir aðrir. Til þess að fara svona aftur að grípa hér upp glæru sem ég sýndi áður. Náttúrumiðar lausnir eru aðgerðir til að vernda, nýta sjálfbæran hátt og endurheimta náttúruleg og breytt vistkerfi. Til þess að bregðast við samfélögum vandann árangursríkum og sveigjanlegum hætti, þannig að það skili jákvæðum árangri lífsgæði manna og lífríki. Svo því aðeins í lokin að tengja þetta aðeins við landgræðslu og hvað framtíðarsýn landgræðslan hefur. Landgræðslan hefur lagt fram landgræðsluáætlun til 2030 og framtíðarsýnin þarna í 4 punktum. Það í fyrsta lagi ástand vistkerfa og líffræðileg fjölbreytni þeirra í samræmi við vistgetu. Vernd vistkerfa grunnstef í allri stefnumótun, ákvörðunum tengdri nýtingu þeirra. Nýting vistkerfanna sjálfbær og þau hafa mikið þanþol og öflugan viðnámsþrótt gegn náttúrulegum áföllum og öðru raski. Vistkerfin geyma ríkulegt magn af kolefni í jarðvegi og gróðri og gegna lykilhlutverki í framlagi Íslands við að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og aðlögun á þeim. Við sjáum þetta slóðin inn á þetta ef þið viljið skoða þetta betur. Maður fer svo í meginmarkmið. Það eru 4 meginmarkmið sem eru þarna. 3 meginmarkmið, ætla ég að segja. Og fyrsta meginmarkmiðið að vistkerfi sé heil og fjölbreytt og séu í samræmi við vistgeta. Það að segja hvað þýðir vistgeta. Vistgeta þýðir það hvaða vistkerfi bjóða náttúrulega aðstæður upp á við þessar aðstæður. Það að segja, verður kannski birkiskógur, verður það votlendi og allt þarna undir götunum. Það að segja, hvernig vistkerfi væri þarna ef það væri ekki, ef nýting sem var ekki fyrir hendi sem skerðir þessa vistgetu. Undir því fyrsta lagi að vernda heil vistkerfi og endurheimta röskun. Öðru lagi vernda og auka kolefnisfárað vistkerfa, auka viðnámsþrótt og þanþol vistkerfa, takmarka rask vistkerfa völdum ágengra framandi tegunda. Annað meginmarkmið að landnýting sé sjálfbær og náttúrumiðaðar lausnir ríkjandi. Og þá þarf landnýting í fyrsta lagi að taka mið af ástand og getu vistkerfa. Hnignun vistkerfa vegna landnýtingar hefur verið stöðvuð. Landnýting styður við byggðir og atvinnu í landinu og náttúrumiðaðar lausnir við framkvæmdir. Það að segja framkvæmdir miðist af það sem við erum búin að fara í gegnum hér, að segja náttúrumiðaðar lausnir. Þriðja lagi, almenn þekking og víðtækt samstarf vernd, endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa. Og þá í fyrsta lagi almenn þekking af mikilvægi virkra og fjölbreyttra vistkerfa
og sjálfbæra nýtingar lands. Þátttökunálganir, það að segja að almenningur og hagsmunaaðilar komi með í ákvörðunartöku. Þátttökunálganir og samstarf vernd og endurheimt fiskveiða. Án slíkra nálgana þá gengur þetta aldrei. Það er mjög löng reynsla í landgræðslu að ef að ekki hægt að þátttöku almennings, það er ekki hægt. Og þetta er ekki verk sem einhver ein stofnun getur gert. Ef áhugi er ekki til staðar á mismunandi sviðum að þeim svæðum þar sem áferðan gerir, þá fellur þetta sjálfsagt. Og svo er þriðjulega að það sé næg fjármögnun fyrir verndar- og endurheimarverkefni. Þetta er eitt af því sem hefur kannski eitthvað verið að lagast á undanförnum árum. Það er aukin áhersla í pólitíkinni á þessi verkefni. En það er í raun og veru miðað við stöðuna og eins og var miðað við stöðuna í loftslagsmálum yfirleitt. Að skrefin eru of smá og í öðru lagi er það að menn eiginlega ganga út frá því að næsti maður taki til. Þetta er svo rekstur og samur þar sem allir gera ráð fyrir að allir hinir sjáum að ryksuga stigagangi. Það gengur eiginlega ekki. Þetta eru síðustu orðin. Það er engin lokaklæra, það er bara þessi líking af samhengnum. Og þá bara þakka ég fyrir og hleypi fundarstjóra að. Kærar þakkir, Guðmundur. Ég bara vona að það hafi vaknað margar spurningar hjá þeim sem að fylgjast með og mig langar að biðja fólk að setja inn spurningar undir það sem stendur Q&A upp á enska tungu, questions and answers, og ég mun lesa þær upp og fá Guðmund til að svara. Og það eru nú þegar komnar 2 spurningar og hefjumst handa. Fyrsta spurningi, Guðmundur, er að hér á Íslandi, til dæmis eins og í Hekluskógaverkefninu, er þá markvisst verið að planta fjölbreyttum klónum af birki? Það er ekki verið að, þetta hefur rætt heilmikið. Þarna er í raun og veru það sem er gróðursett þarna, það er sá efniviður sem fæst hjá gróðurstöðum landsins. Það er nánast allt saman bæjarstæðabirki. Þessir, þannig að það er ákveðin stofn eða eins og menn myndu kalla, stofn eða kvæmi eins og er einhver skógræktarmaður að hlusta af birki, og það er heilmikill fjölbreytileiki innan hvers kvæmis, en það er líka heilmikill breytileiki á stofnum birkis eftir hvar á þetta landinu. Við ræddum þetta þegar að verkefnið fór af stað að það verið æskilegt að nota birki, staðarbirkið, en á þeim tíma var einfaldlega það var ekki til neitt apparat sem að framleiddi staðarbirkið, og svo þannig að menn ákváðu bara að taka það sem væri hægt að fá og láta það duga. Þetta er ekki allar bestu lausnir, það skal fúslega játa það. En menn komist ekki lengra á þessu stigi, að allt þarf að bæta. Kannski fæ aðeins að skjóta við þessa spurningu varðandi einmitt með birkið og erfðabreytileika íslenska birkisins. Af því nú heyrir maður það stundum að þetta sé mjög einsleitt, hvað við kalla genabanki, að baki íslenska birkinu. Er það rétt? Nei, það er ekki rétt. Það er bæði sérstaklega rannsóknir Kesuru hjá Háskóla Íslands og Ægis Þórs nemendanna sýna það að það er mjög mikill breytileiki í birkinu, og einhvern langar að sannfærast það, þá bara biður menn endilega að koma við þannig rétt búin að keyra hellu. Þar er skógur þar sem eru hátt í 30 birkjum af það bil 30 stöðum á landinu,
og bara labba það og spurja sig á eftir, það rétt að það sé engin munur á virkistofnum á landinu? Það heilmikill munur. Heyrðu, við förum í næstu spurningu, það alveg flæða inn, mjög gott. Spurt hefur melgresi verið prófað gagnvart þessu flóðaþoli eða þetta verið að nota tegundir sem eru náttúrulegar í þessum vistkerfum? Fyrir ekki gagnvart flóðaþoli? Já, í raun og veru það sem að til dæmis segjum á svæði þar sem að hætta á flóðum að nota melgresi til þess að draga úr flóðahættu? Það sko mér, nú ég komin á mjög hálan ís, en það sem maður veit að eins og melgresið grær og myndar þúfur og þá væntanlega sko, það dregur úr flóðum, allur gróður og allt slíkt, það dregur örugglega úr flóðunum. En hins vegar sko melgresinu, það alltaf á milli yður og það ekki full gróðurþekja, þannig svona án ábyrgðar þá myndi ég halda að til dæmis einhvers konar það sé bara kjarr og annað slíkt, það drægi meir úr, en það sérstaklega votlendi sem mikill samflöð gagnvart flóðunum og það mikilvægt að endurheimta það til þess að draga úr flóðum. Og þá það kannski svolítið tengt spurningin í það að það náttúrulega vistkerfi það eru vistkerfi stranda og fjara sem eru líka, við þurfum að huga að. Hvað með náttúrumiðalausnir sem að tengjast þeim vistkerfum? Hvað getum við gert þar? Þurfum við ekki að huga því? Jú, það ef maður fer nú í huganum í kringum landið, þá það og hér og náttúran velur úr þar sem stenst álagið, þetta satt að þannig, og það víða sem að búið að þrengja að þessum náttúrulegum vörnum eins og til Reykjavíkursvæðinu. Það bara einstaka stað þar sem eru þessar náttúrulegu strendur. En það sem við erum að gera, við erum að þrengja að sjónum, viljum meiri land, förum nær sjónum, jafnvel byggjum eitthvað út í það. Og þetta gerist, ég bjó nú tímabili vestur á Vesturbæ, og þar myndi sjórinn á sig með því að henda bænum grjóthnullungum með reglu millibili. Og það sýnir okkur hvað þetta hvað þessi að ganga svona nálægt sjónum, líka gagnvart stóránum, þetta þarf allt sitt pláss. Og við þurfum ekki að vera svona plássfrek og eigum ekki að vera svona plássfrek. Það eru þessar náttúrulega strendur sem eru í raun og veru það sem verndar það sem fyrir innan Mig langar aðeins að taka þessa spurningu pínu lengra, einmitt að því þú byrjar að ræða eins í þéttbýlinu. Ef við tengjum þetta aðeins líka svo við loftslagsbreytingar og áhrif af þeim og hvernig við aðlögumst loftslagsbreytingunum, og þá sérstaklega kannski segjum á þéttbýlli stöðum landsins og horfum kannski mest á höfuðborgarsvæðið. Það eru hækkandi sjávarstaða, einhverju hlutar sem að verða sjórinn nær hærra og það líka aukin úrkoma ákjað sem að verið að tala svona hvað helst. Hvaða leiðir ætti höfuðborgarsvæðið að vera að setja inn í til dæmis sitt svæðisskipulag og kannski að gera, ég náttúrulega ekki alveg búin að kynna mér það nýlega, til þess að bregðast við þessu með náttúrumiðuðu lausnum inn í sínum kerfum, að byggja upp? Nú þekki ég ekki hvað þeir eru að gera, en ég hef séð hugmyndir það að landfyllingar við Reykjavík, nýjar landfyllingar, og ég hef nú verið rætt í hópi sem ég sit í sem svona fjalla þetta, að þar virðist ekki verið gert ráð fyrir hærri sjávarstöðu og ekki því að Ísland gæti
út af áhrifunum af Grænlandi, fyrir sem allt Grænlandi, að sá massi hann hefur áhrif á sjávarstöðu hér, að það gæti mikið af þessum byggðum sem eru komnar og þeim sem eru skipulaðar, gæti verið hættu, einmitt út af þessu. Og það í hvert einasta skipti sem að kemur lægð við ákveðnar aðstæður, þá í raun og veru fer sjórinn bara upp á það sem að næst liggur. Og þetta er skipulagsmál sem það þarf að taka á. Já, heyrðu, það streyma inn spurningar og næsta, Guðmundur, hverjar eru helstu áskoranir í hröðun á endurheimt votlendis til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi? Ég held að helsta áskorun sé svo að, nú tala ég án allra ábyrgð, mér sagt líka að ég megi gera það, að þessi svæði eru samtengt. Það mjög erfitt ef að horfir á til Suðurlandsundirlendi, þar sem stór svæði sem allt samtengt. Það mjög erfitt að fara að taka út einstakar jarðir og ákveða endurheimta votlendis. Það ekki megi fullera. Það líka annað að það vantrú á því að þetta skil einhverju, og þetta hefur orðið að einhvers konar þessu séríslenska bitbeini, þau eru mörg, að það eru sumir sem halda fram að þetta sé lausnin og aðrir sem segja að þetta sé tóm vitleysa. Loftslagsmálin þau ganga ekki út á lausnina, ganga út á mjög margar lausnir. Og þannig að ég held að við, en það sem galli með þetta það þetta gengur svo hægt út af því að þetta eru margir að koma að þessu. Það líka vegna þess að það ekki almennt trú á þessu, og svo það þannig að menn einhvern veginn halda að þá eigi að fara að taka allt votlendi undir þessu, sem að auðvitað ekki rétt. En þetta þess vegna held ég því miður að þetta muni ganga mjög hægt að koma þessu í gagnið, nema að það sé komin einhverju virkilega hvatar til þess að fara í þetta. Þannig að ég súmera upp, dreg saman það sem þú varst að segja núna, eins og ég skilða, þá það kerfið sem heldur utan þetta ákveðna loftslagsverkefni sem náttúrulega líka náttúruverndaraðgerð, endurheimt votlendis sannarlega bæði. Já. Það hvatakerfið og umgjörðin, stjórnsýslu umgjörðin sem heldur svolítið aftur af að það sá árangur náist sem væri hægt að ná miða við þörfina. Já, það þarf allavega eitthvað að gera til þess að keppa þessu lag. Herðu, við höldum áfram. Næsta spurning horft til þess í störfum landgræðslunnar að dreifa áhættunni, þar að segja með notkun á fjölbreyttum tegundum, samanber þessa einsleitni í ræktun í Kína. Þetta mjög áhugaverð spurning, einmitt. Já. Hvað gert til þess að passa upp á að vera ekki í einræktun? Og við höfum þetta lent í einræktun, það lúpínar. En þar sem hefur verið farið og bara sáð með landgræðsluplöntum, þá hefur náttúran séð fyrir því að þetta þróast á tiltölulega skömmum tíma yfir í náttúrulega vistkerfi. Menn ættu bara að keyra frá Gunnarsholti og fara upp eftir í áttina að Heklu, og þar myndi engum detta í hug að þetta hefði verið svartur sandur fyrir 40 ár, ekki svoleiðis. Þannig að það er sumar aðgerðir sem að fer í. Þeir lenda í þessu að þetta verður einræktun. Skógræktin það og lúpínan það líka. Þannig að það velja tegundir sem að bakka. Svo líka mjög oft gert að það einfaldlega ekki sáð neinu. Það bara treyst á það ef ykkur góður umkring, þá oft nóg bara að bera á og þá sér hann þetta sjálfur. Ég mér dettur í hug þessu samhengi líka aðgerðina sem var farið í við Hornafjarðarfljót í Skógey.
Já, já. Það er alveg, ef þú kannski aðeins segir frá því hvað var gert þar og hvað útkoma var til þess einmitt þetta sem þú varst að tala kannski fólk skilja ekki alveg allir varðandi tegundir sem eru víkjandi, hvað þýðir það? Þar var auðvitað, það sem breyttist var að ágangur vatna var stöðvaður á svæðið og það var sá melgresi og væntanlega sá túnvingli líka og þetta hefur þróast yfir í raun og veru yfir í votlendi og sem að þetta mjög spennandi. Þetta annað með öll þessi svæði sem að verið að græða upp svona við skemmuðu á bara nokkrum dögum með góðum tækjum en við höfum ekki þolinmæði til þess að átta okkur á því að það tekur náttúruna langan tíma fyrir að laga það sem við skemmum. Satt það. Hér önnur spurning. Gæti verið meiri ávinningur í heildstæðari landslagsskipulagi þá taka stærri svæði fyrir þegar verið að skipuleggja verkefni, endurheimtarverkefni og þá með tilliti til aukils varna við landrofi, næringaflæðis og betri landnýtingar? Já, ótvírætt. Það hefur verið unnið, við erum mikið að vinna svo litlum svæðum. Ein ástæðan svo að það kannski ekki alltaf auðvelt að fá land í þetta en það að ágætt verkefni eins og bændugræða landið. Það takmarkast við land bóndans en við þurfum í raun vera að horfa á þetta í stærri heildum. Það alveg pláss fyrir hvern einstaklingi inn í þeirri mynd. Það bara að hugmyndina tengist svo það sé miði í einhver ákveðin átt. Það held ég sé skref sem við þurfum að taka. Ljómandi. Fleiri spurningar svona rétt áður en að við ljúkum dagskránni. Ég búin að fara yfir það sem komið Ef ekki, þá langar mig að koma með eina loka spurningu handa þig, Guðmundur. Af því að það margt ógert til þess að ná aftur upp virkni og fjölbreytni í náttúrulegum vistkerfi landsins. En þetta líka þetta samspil eins og þú varst að lýsa á stórum skala og horfa á landslagsheildirnar, horfa á vatnasviði, hvað hjálpar hvað öðru, ef við erum að fara í endurheimt votlendis hér, hefur það áhrif á önnur kerfi í kring sem að styrkjast eða öfugt eða hvernig það hvernig náum við að koma þessari hugsun sem snýr að þá út frá náttúrumiðlausnum í þessu samhengi inn hjá sveitarfélagum, því þetta málefni sem á ekkert síður við þéttbýlið heldur en dreifbýlið. Nei. Hvar leiðin inn í að koma þessu sem hluta að aðferðafræði við skipulag? Ég á nú ekki svörin við þessu. Hvað myndir þú gera ef þú mættir ráða? Það sem að mér finnst að þurfi, það í raun og veru að menn horfi á allt landið, land hvers sveitarfélags, að það eiginlega ein helsta auðlegð hvers sveitarfélags og að menn fari, taki heildræna hugsun og fram á við þessi. Hvernig vilja menn sjá þetta sveitarfélag þróast? Og hvað það sem hvað þarf að vera í vel fúnkerandi sveitarfélagi? En fyrsta leið, menn vilja ekki fá sambýli við sig annað dag. Þetta vel þetta á sveitarfélagum, flest nú laus við það nú þegar. Það í öðru lagi að það að draga úr ákveðnum hættum. Hversum þurfa menn að fara í að horfa á stóru heildirnar. Það þarf að skipuleggja byggðina þannig að það sé sem mest af náttúrulegum svæðum innan heildarskipulagsins. Og ég held að við náum heilmiklu ef við förum að horfa á þetta með þessu móti og það vonandi að það gerir þeim sveitarfélögum en
þetta þarf bara að gerast hraðar. Já, við látum það bara verða loka orðin, það ekki fleiri spurningar, þetta þarf bara að gerast hraðar og við erum tilbúin. Hjartans þakki Guðmundur og takk kærlega fyrir komuna öll sömul. Sjáumst eftir hálfa mánuð. Takk sem aðeins. Bless. Bless.